Við ætlum að fara að kíkja aftur á dæmin sem eru á þessum vegu og fyrr í áfanganum þá fundum við bara eina lausn á þessu en raunin er sú að það eru tvær lausnir við þessu dæmi. X getur verið tvær tölur og það sem við gerum hérna, við ætlum að taka ferningsrótina af báðum megin. Munið, maður er alltaf að gera það sama báðum megin við samansammerkið, þannig að við ætlum að taka ferningsrótina af x í öðru og ferningsrótina af 9. Og það sem gerist hérna megin, vinstra megin, er að við erum með ferningsrót og annað veldið og þetta svona cancelar hvort annað út, þannig að eftir verður hérna x. Það sem kemur hérna hægra megin, ferningsrótin af 9, er að það eru tvær lausnir við þessu. Það er til +3 og -3, að þó er skrifað svona +-3. Þetta er líka skrifað svona, kemur hérna slaufusugi, hérna kemur 3 og -3. Ok, af hverju eru tvær lausnir? Sjáum það ef að við prófum að setja inn í þessi jöfnu, ef við setjum 3 öðruveldi, þá fáum við 9, flott. Ef við setjum -3 í annað veldi, þá passið að vera að hafa svigahóttunum -3. Ef við setjum -3 í annað veldi, þá er það -3 sinni -3 sem er +9. Þannig að sjáum að 3 og -3 eru hvoru tveggja lausnir á þessu. Þannig að enn aftur, ef við erum með eitthvað svona, x er sama sem 16, tökum rótina báðum megin. Það sem gerist við x-ið, eða annað veldi, það hverfur, ferningsrót líka, og hérna kemur bara +-4. Ok, tökum núna annað dæmi, prófum að taka eitthvað svona. Eitthvað svona, aðeins flóknara. Ok, þannig að við erum með þetta annað veldi hérna sem við viljum ekki endilega hafa. Þannig að við ætlum að byrja að taka ferningsrótina báðum megin. Þannig að þetta verður x-2 í öðru veldi, rótin af því, deilt með rótin af 25. Þannig að annað veldi hverfur, þetta verður x-2 og hérna koma tvær lausnir. Það er annars 5 og -5. Þannig að því ég reikna út x-ið, þá er þetta x sama sem 5 + 2 eða -5 + 2. Það er að segja að þetta verður annað hvort 7 eða -3.